Góða kvöldið, sælveriði, velkomin í loftsalinn í kvöld. Stefán Rafn heiti ég og er prestur hér í loftsalnum í Andkirkjunni í Hafnarfirði. Og við erum að halda áfram í öðrum kafla Daníels bókar á þessu Daníels bókar námskeiði. Páskaeyjan er draumakenndur staður. Mér hefur allavega bara dreymt að fara þangað og efast að verða einhvern tímann að því að ég komist þar í raun og veru. En eyjan sjálf er staðsett í Kyrrahafinu, vestan af Chile, og það er sagt að Páskaeyjan sé afskekktasta eyja jarðarinnar sem fólk byggir. Og nálægasta eyjan við hana er Pitcairn Island í 2000 km fjarlægð og næsta meginland er hana í Chile í 3500 km fjarlægð. Eyjan sjálf er svona 160 ferkilometrar, hljóms ekki 10 sinnum stærri en Vestmannaeyjanar, og hann búa enn í dag 6000 manns. En þekktastar eru þær þó fyrir furðulegar höfðalegar styttur sem að telja bara hundruðum saman, kallaðar moai, sem enn þann dag í dag fá fólk til þess að klóra sér aðeins í hausnum yfir. Hér sést gömul teikning af styttunni og þið getur rétt ímyndað ykkur hvað vesturheimsmönnum fannst þetta þegar þið komu fyrst og fóru að bera sagnir af þessu og rita þetta og teikna myndir. Styttunar sjálfar eru kannski svona 800-900 ára gamlar og menn telja þær tákni forfeðradýrkun. Og ein stytta getur verið mjög stórar, getur tekið einn mann segja 5 eða 6 manns 1 ár að klára hverja styttu. Og við erum að tala að það séu 800 til 900 styttur. Og þyngsta styttan 85 tonn, takk fyrir. Og það eru mjög fjölbreyttar, sumar eru svona háar og langar, einhverju eru krjúpandi og sumar líta bara út eins og hausinn hafi bara verið búinn til og skilinn eftir. En menn hafa verið að grafa þær upp enn þann dag í dag og í nýlegum uppgrefti þar sem að er verið að grafa upp það sem að hausinn er. Það eru suma þeirra sem eru bara búin að veðrast svona og fara yfir mold en þeir ná alveg langt niður og sér alls konar flúr sem að sjást ekki af hinum sem hefur kannski veðrast af. Það er rosalega svona merkilegt og flott að sjá. Þetta er bara uppgröftur hérna fyrir einhverjum 4-5 árum síðan. En engu að síður þá er ákveðin svona dulúð sem að sveipar þessa eyju og kannski góð ástæða fyrir því að þetta lítur mjög furðulega út og líka það að svo stór hluti eyjaskeggjana lést eftir að vesturlandamennirnir fóru að koma með sína sjúkdóma og annað slíkt og að stela þeim í þrælahald. Þannig að talið er að þetta hafi farið frá mörg þúsund manns niður í bara rétt rúmlega 100 manns. Og þegar það gerist þá náttúrulega glatast þekkingin niður, sérstaklega með engu ritmáli, svo mikið af sögu eyjunar og tengdum sem styttum veit enginn og fólk bara svona giskar inn í eyðunar. Hefur einhvern tímann pælt í því hvað muni verða okkar þjóð og okkar menningu seinna meir? Mun hún halda áfram bara að eilífu eða munu menn einhver tímann koma hingað og grafa upp rústir perlunar eftir langan tíma eða Hallgrímskirkjunnar eftir 1000 ár eða 2000 ár og klóra sér í kollinum hvað ætli þetta hafi verið notað fyrir á Íslandi fyrir 2000 árum og sett alls konar mismunandi hugmyndir og kenningar framönd í tengslum við það. Hver er framtíðin fyrir okkar ágætu plánetu og land og hvað ber framtíðin í skauti sér? Segir Biblían eitthvað það sem að koma skuli hér á jörð. Við erum að fara í annan kafla Daníels bókar en konungur Babylónar að nafni Nebúkadnesar er á hápunkti lífsins, æðsti maður stærsta heimsveldisins þess tíma og hann er að spyrja sig nákvæmlega sömu spurningar. Hvað mun verða ríki sem ég var að eyða ævi minni að byggja eftir minn tíma? Þess vegna erum við komin hér í annan kafla Daníels bók, draumur konungs segir fyrir framtíðina. Skulum lesa aðeins í bókinni. Á öðru stjórnarári Nebúkadnesar dreymdi hann draum. Olli draumurinn honum slíkum áhyggjum að hann festi ekki svefn.
Konungurinn lét þá boða til sín spásagnamenn, særingamenn, galdramenn og kaldea svo að þeir getur ráðið draum hans. Þeir komu og tóku sér stöðu frammi fyrir konungi og konungur mælti: Draum hefur mig dreymt sem veldur mér hugarangri og ekki linnir fyrr en ég skil merkingu hans. Kaldea svöruðu konungi á arameísku og sögðu: Megirðu lifa eilíflega konungur, segðu þjón þínum drauminn og við skulum ráðan. Konungurinn svaraði kaldeanu þá: Þetta er ákvörðun mín og verður ekki þokað. Ef þið segið mér ekki hver draumurinn er og hvað hann merkir, þá verðið þið limaður í sundur og hús ykkar verður lögð í rúst. Og ef þið segið mér drauminn og merkingu hans, munið þið hljóta hjá mér umbun, ríkulegar gjafir og vegsemd. Segið mér því hver draumurinn er og hvað hann merkir. Torvelt er það sem að konungur beðist og getur enginn frætt hann það nema Guðinir einir, en bústaði þeirra er ekki að meðal dauðlegra manna, svöruðu þeir. Svo Nebúkadnesar, konungur Babýlonar, hinn mikli stríðskonungur, eins flottasta heimsveldi, bara allra tíma og það sérstaklega þarna, vaknar einn daginn við illan draum, man ekki alveg hvað hann er, en bara allavega það var eitthvað sem að olli honum hugarangri. Nú, hvers vegna er að valda honum hugarangri? Hann er náttúrulega konungur ríkisins og sem slíkur er hann kannski hluti af svona heilugu konungsdæmi, þannig að það er litið á hann sem meðalgöngumann milli guða og manna í þeirra guðstýrkun og yfir kannski prestur landsins og ber mikla skyldur í guðstýrkuninni á hátíðunum. Konungurinn gat verið viðtakandi opinberana frá Guðum til þess að segja fólki hvað væri þeirra vilji. Og það var lögð sterk áhersla á skyldu hans að komast að vilja Guðs. Leiðbeiningar fyrir konunginn gátu komið sem einhvers konar fyrirboðar eða í draumi eða lesa einhver innefli fórnum og svoleiðis. En hvernig gat hann sem konungur gleymt opinberun hvað framtíðin bæri í skauti sér? Svo hann kallar til sín þessa ágætu menn sem eru honum hjá, spásagnamennina og særingamennina og galdramennina og kaldeana. Hann var með hundruð af þess slags aðstofamönnum við hirðina og til þess að hjálpa honum í öllum stórum ákvörðunum. Á ég að fara í stríð eða ekki? Svona, það er ekki bara verið að stökkva í hlutina, heldur reyna að ráða í þá. En hann vildi ekki segja þeim drauminn, kannski láta það vita hann hefði gleymt honum vegna viðbragða þeirra. Var hann ekki viss að þeir voru starfi sínu vaxnir, þurfti alltaf eitthvað til þess að vinna með, gátt ekki unnið úr engu og þegar þú sér það, þá kannski fyrir að hugsa að fólk fari bara að búa eitthvað til. Og til hvers að hafa eitthvað fólk sem bara er einskis nýtt þegar á reynir. Svo hann bara segir ég ætla að losa mig við þetta og fór bara út eða get ekki gert það sem þeir vilja gera. Og þessi blessuðu vitringar sem voru þarna hjá honum, athuguðu alveg gommu af hlutum, 1000 hluta til þess að segja fyrir hvað muni gerast. Náttúrulega byggt frekar mikið á hjátrú en engu að síður, þeir stúderuðu kannski lifurina sem var í fórninni og út frá stærð hennar og lögun. Ok, þá getum við vita hvað er að fara að gerast. Sérstaklega að það tengt einhverjum hegðum fugla í flugi og lögun skýjana við sólseturinn í gær og litu sólseturins og ekki tala fæðingu einhvers afmyndaða dýrs, þá vitum við að það er eitthvað sérstakt í gangi. Og allt í tengslu við staðsetningu himintungla og annað slíkt. Margt af þessu höfum við nú meitlað bara í stein frá þessum tíma, þar sem á leirtöflur, þar sem þetta er sett fram og þú sér hvað er að gera. Og virðist vera voða vísindalegt og ekki út í lofti en samt flokkast náttúrulega hjátrú og gervi vísindi. Samt vísindalega er oft heldur en stjörnuspekin og það dót sem við höfum í dag, sem er vinsælt. En það er nefnilega engin þörf fyrir eina hjátrú og þetta fyrir þann sem trúir á Guð, eins og við sjáum í þessari sögu, því að það er ekki miðlanir eða stjörnuspekinganir eða tarótspilin eða lóvalesturinn eða draumaráðningabókin sem við getum lagt okkar traust á. Ég ætla aðeins að minnast á, við sáum í fyrsta versi að þetta gerist á öðru ári Nebúkadnesar konungs. En nú vorum við í fyrsta kaflanum síðast að sjá að Daniel var tekinn fanga til Babýlon og settur þar í 3 ára nám, sama ár og Nebúkadnesar tekur yfir. Þannig að spurningin er hann búið með sitt nám, hvað er í gangi hér? Og menn hafa stundum
verið að pæla í því hvernig þetta passi saman, hvort það sé einhverja villur í talninguna á textanum eða ekki. En þá það nefnilega bara þannig að mismunandi menningar gera hlutina mismunandi hátt, alveg eins og við tölum mismunandi tungumál, þá getur fólk talið öðruvísi. Og þegar við kannski pælt í því sjálf þegar ég lesi Nýja testamentið, akkur talað að Jesú hafi verið í gröfin í 3 daga þegar hann var bara rétt í blálok föstudagsins, allan laugardaginn og síðan rétt í upphafi sunnudags, eitthvað sem við myndum tala í dag sem svona rúman sólarhring, myndu þeir telja sem 3 daga, föstudag, laugardag, sunnudag. Af því að við bara teljum hlutina á mismunandi hátt. Og að telja námið sem hann til dæmis í myndi kannski flokkast undir það. Fyrsta árið þarf ekki að vera endilega fullt ánið 3. árið, en það samt yfir 3 ár talið. Fyrir utan það að menn hafa komist að því síðan meir, þeir heldur kannski að ártölin í Biblíunni og væri algjörlega á skjön við söguna en fór að sjá, nei, það ekki alveg rétt. Við erum kannski að horfa á hlutina með gleraugum 21. aldarinnar. Við erum að lesa þannig eldgamla texta og þurfum að fatta það kannski öðru sem menn sjá þetta. Því að sjálfur Nebúkadnesar, eins og við sjáum hér, þegar hann tekur við, en kannski 1. árið Daníels, þá þetta hans ríkistöku ár og ekki byrjað að telja 1. árið hans fyrir en að nýtt ár byrjar. Bara til að einfælda þetta, ef ég forseti í mars, þá myndi mars til desember ekki talið sem 1. árið mitt, heldur bara 1. árið sem frá janúar. Þá mitt 1. ár. Þannig getum við séð og hvernig þessi tölur og ár passa saman. En við höfum enn í dag fólk á mismunandi ártöl og mismunandi jarðarhlutum, þannig að þetta ætti ekki að koma mikið á óvart. En aftur í söguna, vitringarnir sem að lendi í þessu, þeir maldi í móinn og segja að Nebúkadnesar sé að biðja eitthvað ómögulegt, eitthvað sem menn get ekki og bara Guð sem á meðal mannanna geti gert. Svo Nebúkadnesar segir, ef þið getið þetta ekki, þá losaði mig bara við ykkur. Þar á meðal Daniel sem hafði lokið sínu námi og starfað sem ráðgjafi konungs. Hann reyndar ekki til staðar en þegar að fréttina bera staðunum, þá segir að Daniel hafi farið til konungs og bað hann að veita sér frest til þess að ráða þennan draum. Daniel hafði þegar beðið greiða í 1. kafla bókarinnar og fékk góðar viðtökur þar, en hvað með þetta? Biðjum frest sem að hefur eftir vill ekki verið vinsælt því að allir hinir voru að biðja, getur ekki bara sagt okkur að skulum við útskýra þetta fyrir þér, að reyna það, en kannski eftir hann var ekki til staðar og þegar hann að rífast við þessa menn, þá gefur Nebúkadnesar honum tækifæri og hann fær frest. Og ég myndi ykkur frest til hvers? Að vita draum konungs. Svolítið hugrætt af honum, er það ekki? Eða frekar bara djarft. Að ég ætla bara að fá að vita hvað einhver maður dreymdi. En ég meina, hvað að versta sem geti komið úr þessu fyrir hann? Að hann ætlaði að drepa hann þá 2 eða ég meina, bara reynir allavega. Síðan fer hann heim, hittir vini sína, segir í textanum og þeir biðja og hafa brennheita bænastund og leita til Guðs himinsins sem að þekkir alla leyndardóma. Og þá sjáum við að lausn leyndardómsins opinberast Daniel í nætur sín og lofaði Daniel þá Guð himnanna. Daniel tók til máls og sagði, lofa sér nafn Guðs aldir alda, því að hans viskan og mátturinn, hann ræður tímum og tíðum, sviptir konunga völdum, kemur konungum til valda, spekingum heitir hann speki og hyggnumönnum hyggindi. Hann afhjúpar djúpa og dulda, hann veit hvað í myrkrinu býr og ljósið býr hjá honum. Nebúkadnesar vissi að þessi draumur var merkilegur, en það var einmitt eitt sem var víst, að það einn sem afhjúpar hið dulda og djúpa og það ekki spásagnamennir sem hann var kannski að reyna, ekki stjörnuspekingarnir, andaglasið eða miðlanir eða henni látnu og spákonunar, engin mannleg öfl hafa einhverja þekkingu til þess að vita slíkt, aðeins Guð himnanna. Við erum ekki ennþá komin í draum konungs eða þann spádóm sem að birtist hérna, en áður en að farið í nokkra spádóma í Danielsbók, þá birtist kannski svona einn af stærstu þemum bókarinnar. Fyrir hinn mannlegu augu, þá virðist mannkynsagan svona vera kaos kannski frá upphafi til enda, tilviljunarkennd stríð hér og þar og ris og hrun heimsvelda svona handahófskennt,
En Daníel segir að bak við þetta allt saman standi Guð, líti á fólki og sé hluti af sögunni til þess að koma fram sínum vilja. Að svo stöddu má vera að við skiljum ekki allt sem hann gerir, en gott að vita að Guð sé virkur í sögumannana og hann sé við stjórnvöldin, útkoman verði honum til góðs að lokum. Þegar ég fyrst byrjaði að lesa Biblíuna sjálfur og sjá spádóma og pæla í þessum hlutum, þá fannst mér þetta að vera mjög einkennileg hugsun. Ég átti erfitt með að kaupa þetta. Að Guð riti söguna og við lifum í henni. Er það búið að skrifa þetta fyrir og ég fæ bara eitthvað hlutverk við fæðingu sem ég á síðan að uppfylla? Hvað með minn frjálsa vilja? En við náttúrulega þekkjum það kannski öll að reynslu að við fáum sjálf að velja. Við erum ekki, allan líður mér ekki eins og róboti, veljum hvað við viljum gera. En kannski að reikningin segir frekar og segir hérna að Guð vinnur í kringum allan hluti og í heildina fær hann sínum vilja fram og hann sé ekki háð því hvað menninni gera. Án þess að hann neyði einn eða neinn, þá vinnur bara forsjónin öðruvísi og hún virði vilja mannsins, en í stóru sögunni þá lítur hún stjórn hans. Svo Guð segir í svona stórum dráttum hvað gerast muni sínum þjóni í þessum kaotíska heimi og hefur hönd sína í málunum enn þann dag í dag. Ok, hvað er þá svona merkilegt við þennan draum? Allt svona eitthvað drama og rosalega löng forsaga sem er ekki til staðar í hinum sínunum. Þetta er svona bara að vera að leggja draugin að þessu. Það hlýtur að vera einhvers virði og vera eitthvað merkilegt fyrst en að leggja svona rosalega langa áherslu. Alveg stór hluti kaflans fer bara í þetta samtal áður en þú ferð að koma loksins að megin málinu. Svo, skulum komast að því hvað gerist næst. Konungur segir við Daníel, sem kallaði var Belsasar, geturðu sagt mér hver sá draumur var sem ég dreymdi og hvað hann merki daginn eftir þeir hittast? Daníel svarar konginum og segir, það er ofviða öllum vitringum og særingamönnum, galdramönnum og spásagnamönnum að opinbera konungi leyndardóm þann sem hann spyr um. Þetta er ekki tækt. En á himnum er sá Guð sem opinbera leyndarhluti og hann hefur nú boðað þér Nebúkadnesar konungur hvað verða muni á hinum síðustu dögum. Svo Daníel sem hafði nóttina áður kropið frammi fyrir Guð í auðmýkt og bara beðið að fá að halda lífi. Hann getur núna staðið frammi fyrir konungnum, fullur af sjálfstrausti og sagt honum frá þessum draumi. Og hann segir ekki ég, heldur en hæsti Guð hefur opinberað drauminn og birt leynda hluti. Þetta var ekki einhver venjulegu draumur og martröð sem hann hafði haft, því að Guð opinberað Nebúkadnesar hvað myndi vera á hinum síðustu dögum. Þetta er ekki svona venjuleg martröð sem að fær kannski sem að át of mikið eða fekk einhverja svona magakveisu og fór að dreyma einhverja voða furðulega hluti. Nei, þetta er draumur, segir hér, sem myndi segja fyrir hvað gerist á hennum síðustu dögum. Og hér sjáum við að þú ert að fara að skoða drauminn og spádóminn, þá ertu ekki að tróða einhverju túlkun upp á hann ef hann nær allt til enda tíma, heldur segir hann bókstaflega sjálfur, þetta nær ekki bara fram í hálfa söguna, heldur nær þetta alla söguna fram að enda tímum. Og ef við leyfum bara kaflanum og reikningun að túlka sér sjálfa, þá er það svoleiðis. Þá munum við sjá að þetta nær frá tímum Nebúkadnesar fram á okkar tíma. Konungur, þegar þú hvíldir í rekkjunni, hvarflaði hugur þinn að því hversu fara mundi á ókunnu tíma. Og hann sem opinbera leyndarhluti sýndi þér hvað í vændum er. Skyldi ráðning draumsins gefin þér svo að þér yrðu hugsanir hjarta þíns ljósar. Því að Nebúkadnesar var einmitt heltekinn af því hvað myndi vera hans ríki í framtíðinni. Og við sjáum, ef þið farið á skoðið, ég sé þetta á allavega nokkrum söfnum, að þá eru þið með múrsteina úr Babylon, gamla steina, og rosalega margir, ef ekki allir, eru stimplaðir með einhvers konar texta. Og hér segir til dæmis Nebúkadnesar konungur í Babylon sem að hugar að Esagila og Esída sem eru svona musteri fyrir ákveðna guði, elsti sonur Nabopolassar konungs í Babylon. Hann er búin að setja nafn sitt á milljónir steina. Ég var að tékka á hana sem eitt safn í Bretlandi sagði að það væri svona það byrja 14 eða 15 milljónir steina sem að bera nafn hans. Þannig að
Honum var greinilega annt borgina og vildi að fólk vissi að hann væri sá sem að hefði gert þessa hluti, en það byggði hann borgina upp úr voðalega litlu. Og við sjáum síðar í Daníelsbók, þá er hann að labba borgina eftir að þetta gerist og segir, er þetta ekki Babýlonin mikla sem ég hef gert að konungssetri með veldistyrk mínum til dýrðar hátignar minnar. Og þessi draumur gefinn til þess að sýna honum hvað í hjarta hans hvað myndi framtíðin bera í skauti sér. Var öll þessi vinna sem hann var að gera til einskis, hver myndi taka yfir ríkið og halda því áfram eftir hans tíma. Og ég skil hana svona einhverju leyti, hann búin að gera mikla hluti og fyrir að segja, og hver ætla sinni að taka yfir og sjá þetta verði ekki til einskis. Ég hef nýlega verið að fylgjast með og tekið einhvern þátt í því að 2 ömmur mínar og afi hafa flutt á hjúkrunarheimili og húsin þeirra tæmt og svona þegar þau komið í farið yfir á hjúkrunarheimili og farið yfir allt óti sem á, fær maður kannski til þess að hugsa hvað sjálfan þá ætlum maður bara ungur, hvað það sem að ég mun skilja eftir? Mun ég skilja eftir mig bara hús fullt af dóti sem að fólk getur skipt á milli og fullt af einhverju drasli, eða mun ég skilja eftir mig einhverja svona góða arfleifð? Mun það bara vera einhverju veraldlegi hluti sem ég hræddur hver muni fá, eða verður eitthvað meira en það? Mun verk mitt vera til einskis, eða lifi ég þannig að ég geti farið hérna sáttur? Er ég að lifa þann hátt að ég hafi ekki áhyggjur af því hvað muni koma, eða hef ég þann frið, þannig að ef ég fell frá þá get ég verið bara sáttur við Guð og menn. Kannski þarft þú líka sem ert að hlusta að finna þann frið og lifa lífinu þannig að þú getur farið hérna með sátt þegar að því kemur og þurft ekki alltaf að óttast yfir þessu eins og hann gerir. Við skulum lesa áfram. Draumurinn sjálfur. Þú horfðir fram fyrir þig konungur og við þér blasti risastórt líkneski. Það var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneskisins var úr skíra gulli, brjóst og armleggir úr silfri en kviður og lendar úr eir. Fótleggirnir úr járni en fæturnir að hluta til úr járni og hluta til úr leir. Meðan að þú horfðir á losnaði steinn nokkur án þess að manns hönd kæmi þar nærri. Og hann lenti á fótum líkneskisins, gerðum úr járni og leir og mölvaði þá. Og þá molnaði niður allt í senn, járn, leir, eir, silfur og gull og fór sem hismi á þreskivelli sumar. Steinninn sem lenti á líkneskinu var hins vegar á stóru fjalli sem að þakti alla jörðina. Þetta var draumurinn og nú segi þér merkingu hans, konungur. Svo hér höfum við loksins drauminn. Stór stytta úr ýmsum málmum sem að mölvast þegar að steinn fellur á fætur styttunnar. Svo þetta er sérkennilegu draumur. En styttur forðum, sérstaklega á hans tímum og hans stað, er ekki óalgengt að skurðgoðadýrkun fari fram við svona líkneski eða styttur, stórar eða smáar. Og hvað samt er þetta að tákna? Nebúkadnesar mundi einmitt að það var mikilfenglegu draumur sem hann fékk. Og líkneski sem brotnar einmitt, hvað táknar þetta? Ég verð að fá að vita þetta. Þegar að kemur að merkingu draumsins, er engin óvissa hjá Daníel. Hann spyr ekki, var þetta ekki draumurinn sem þú fékkst? Heldur segir hann, þetta er draumurinn og nú skal ég gefa þér bara skýringun á honum. Svo útskýrir Daníel sýnina, en áður en við förum í það vil ég aðeins beina augum ykkur að öðru. Sumir segjastu að það sé ómögulegt eða mjög erfitt allavega að túlka með vissu spádóma Daníels, en það fer fólk mismunandi leiðir í því. Þið muni kannski eftir því síðast að það voru að tala uppbyggingu bókarinnar sem er svolítið flott, sem segir til hverju við eigum von á. Það er svona hliðstæður. Annar kafli sem að fjallar hér ris og hrun heimsvelda og samsvarar sér í 7. kafla og hér í 8. og 11. kafla kemur líka sýn heimsveldi og saman mynda þessir 4 kaflar aðal spádóma bókarinnar og ekki bara það, heldur er þetta hliðstæðir spádómar. Hvað á ég við með því? Þetta er svolítið ljót mynd, en þið sjáu hér að þeir fara yfir sama. Hér hefur við gull, silfur, brons, járn, leir og steinn og síðan þegar þú ferð síðar í bókinni þá kemur sýn sem er svona svipuð eða
ekkert svipuð, koma dýr í staðinn, málma, ljón, björn, hlébarði, skrímsli, lítuhorn og dómur, og áfram í 8. kafla gerir þetta svona, og þetta samsvara sér alltaf svona yfir, þetta táknar sömu hlutina, og þið fara bara alltaf að fókusera meira og meira hér í endan hvað er verið að tala. Þannig að þetta er ekki svona handahófskennt, einn draumur hér og ein sýn þar og eitthvað bara, heldur er þetta heildarsýnin sögð yfir aftur og síðan aftur og aðeins farið nær. Þannig að það gefur okkur svolítið smá hugmyndum hvernig við getum túlkað og skilið bókina. Því það eru nefnilega svona mismunandi leiðir sem fólk fer við að túlka bókina. Það er svona ein vinsæl leið er að fara og byrja í 11. kafla, ég sett hann reyndar ekki upp hérna, og menn gefa sér að 11. kafli fjalli Antiochus Epiphanes og þann kóng og þegar hann var að rústa musturinn í Jerúsalem, og vegna þess að menn telja sig alveg handvissum þar, þá vinna þessi aftur í 8. kafla og 7. kafla og 2. kafla og síðan, já, núna get ég eiginlega látið þetta virka út frá því svona. En hin leiðin er bara að byrja á byrjuninni og taka einföldustu sýnina og skilja hana og byggja ofan á því í 7. kafla og sjáum alltaf meira og meira hvað er að gerast hér. Það er svona eiginlega eðlilegri leiðin, finnst mér, að byrja á einfaldara á byrjuninni og fara síðan í flóknari, ekki að byrja á endanum og vinna sig aftur. En það segir Newton í ritskýringu sín á Daniel að í sýninum styttuna sem samastendur á 4 málmum er grundvöllur allra spádóma Daniels lagður. Og hann er ekki svo eini sem hefur sagt þetta, að þessi út frá þessu sem við byggjum síðan hina spádómana, ekki öfugt. En Daniel útskýrir síðan drauminn mjög svona skilgreinilega í næstu versum. Hann segir bara að það eru 4 málmar, það munu koma 4 ríki, hvert á fætur öðru, 4. ríki mun blandast einhverju nýju og veikjast og að lokum mun ríki Guðs koma, það mun ná yfir alla jörðina og ólíkt hinum, það mun það vara að eilífu. Og mestu fókusin fer þarna í endan. En það segir hér, þegar hann er í útskýringu sinni, þú konungur ert konungur konungana, þér hefur Guð himnanna veitt konungstóm, vald, mátt og tign, þú ert gullhöfuðið. Svo gullhöfuðið er Nebúkadnesar, eða ríki sem að hann stóð fyrir og stjórnaði lengst af meðan það var. Nebúkadnesar var svona snillingurinn á bak við sigur Babýlonumanna yfir nágrannalöndin. Hann ríkti frá 605 til 562 í rúm 42-3 ár af þeim 66 árum sem að ríkið stóð. Þannig að þá stjórnaði hann og byggði borgina upp með hernaði og stækkaði borgina og ríkið gífurlega mikið. Og Babýlon var mjög flott ríki, miðsvæði menntunar og velmögunar trúarbragða og allt svona að þjóðina voru undir skugga hennar, eins og segir í Daniels bók. Og ég mun ekki eyða miklu tíma í þetta því að þegar í 4. fyrirlestrinum hrun Babýlon munum við fara nánar og kíkja á það. En hér er bara eitt af þessum flottu hlutum sem ég fekk að sjá í sumar á Berlínarsafni. Það er Ístar hliði sem að mennirnir og þeir sem voru teknir í herleiðingu gengu inn, eins og lítil peð. Þetta er ótrúlegt. En borgin er sögð hafa verið svo full af gulli en verið að finna þar hundruðum árum eftir að borgin var lögð í rúst þegar að menn voru að koma að rupla og ræna. En Nebúkadnesar tók náttúrulega gull frá öllum svæðum sem að hann réð yfir og sem dæmi, gulli sem að þeir höfðu kannski musteri Salómons og aðri slíki hluti voru teknir þarna yfir og musteri Salómons er bara svona lítill dropi í hafinu af þeirri heimseldi sem hann tók yfir, þannig að kannski réttilega kallað gullveldi hér. En að Nebúkadnesar látnum fór heimseldi niður á við, það viðhélt ekki þeirri stöðu sem Nebúkadnesar náði. Enda sjáum við að Babýlon í dag í Írak er bara eyðimörk, en á meðan það var það mjög flott, þar aftur þetta væri allt á eyðimörkunni þarna. En Nebúkadnesar hefur örugglega líka við það sem hann sagði, þú ert gullhöfuðið, en það sem að kemur áfram, það sem hann hefur óttast. En eftir þinn dag mun hefjast upp annað konungsríki, valda minna en þitt. Ríki Nebúkadnesars myndi ekki vara að eilífu. Annað ríki myndi taka yfir. Og hvaða ríki tók við af Babýlon?
Við þurfum nú ekki einu svona að giska því að Daníelsbók segir söguna af því þegar Medar og Persar tóku yfir Babýlon. Sjáum meira í 4. fyrirlestri sem bara og sagan sjálf segir svo greinilega frá. En það svona í stuttu lagi þá rann á í gegnum borgina Efrades, Babýlon. Og þar voru háir og breiði múrar og ekkert að setjast borgina en nokkur kílómetrum ofar borgarinnar þá bara færðu Persarnir árfarveginn og þurrkuðu bána. Þá nótt genguður árfarveginn inn í borgina og tók hann yfir á meðan veisla var í gangi. En Medar og Persar voru stærra ríki en Babýlon, en engu að síður það kallað valdaminna í 9. þýðingunni og í 81. þýðingunni það kallað minni háttarveldi. Sem svolítið furðulegt ef það stærra. En það svona, ef þú pælir í því, önnur svona lesning eða þýðing sem getur séð annars staðar að það kallað óæðra ríki. Nú var það almennt þannig að það var kannski litið aðeins niður á Persana. Þeir höfðu ekkert ritmál þegar þeir urðu stórveldi. Á meðan að Babýlon og hin veldin voru með svona gamalt og gróið mál og þar af leiðandi sögu og hluti sem að fylgdu því. Og ef einhver hefur séð myndina 300 þannig Grikkina sem að verjast, þá sjáu þið hvernig þeir sáu fyrir sér Persana sem bara einhverja, villimenn og skrýmsli, ekkert einhver svona siðfáað fólk. En og meðan að Babýloni menn voru með tungumál sem að náði alveg mörg 100 ár aftur í tíman og þess vegna kemur með því þekkingin og vísindin og trúarbrögð og menningar alveg tungumálsins. En engu að síður þá var þetta veldi, silfurveldi og það kannski passar því að þeir setti í gegn svona rosalega mikið breyttu fjármálaheiminum með að setja á laggirna peningakerfi sem átti að gilda fyrir skatt og byggðist á ákveðnum svona silfurpeningum og gullpeningum líka, en siglos sem nokkrar myndir af hér til þess að staðla skattinnheimtun og annað slíkt. En áfram hélt draumurinn og eftir þessu kemur 3. ríkið, Eirríkið sem mun drottna yfir veröldinni allri. Hér eru ekki svona ágiskanir sem duga því að samkvæmt sjálfur bókinni þá greinilegt að málmanni tákna eitthvað ríki. Það ekkert að efast það. En hvað þetta næsta veldi? Hvaða ríki átti í bardögum við Persa áraraðir og tapaði næstum því? Við erum kannski þegar búin að minnast á það, en það eru Grikkinir. Og Alexander mikli sjálfur sameinaði þá og breiddi veldið úr og sigraði Daríus síðasta Persakonung sem var síðasti konungur á ráði og flutti og breiddi úr ríki sitt alveg rosalega langt líka í austur. En það endist ekki lengi, hvorki jafn lengi sem Medar og Persa né Babýlon, því það brotnaði upp eftir dauða Alexanders svo rosalega snögglega. En það segir hér að það muni drottna yfir allri veröldinni. Á ótrúlega stuttum tíma náði Alexander mikli yfir alveg 50 miljón ferkilometra, alveg milljónir manna, áður en hann var bara 32 ára, byrjandi sem unglingur. Og sagt að hann hafi ekki tapað baráttu en gat sem sagt ekki unnið sigur yfir sjálfinu og svallinu og dó allt og ungur vegna ólifnaðar eitt kvöldi í bara herbúðum sínum þegar við vorum einhver staðar í Babýlon. En bronsríki var þetta kallað. Það voru vopn og skildir og hjálmar og sverð, svona einkenni þeirra úr bronsinu. En eftir dauða Alexander brotnaði ríki fljótlega í nokkra hluta og var ekki heilstætt ríki, en færði samt svona gríska menningu víða, listir og bókmenntir og vísindi og heimspeki og menntun og hvað eina. Þannig að það fór eiginlega bara alla veröldina. Síðan höfum við 4. málminn. Þá mun magnast upp 4. ríkið, sterkt sem járn sneiðir sundur og brytjar alla aðra hluti. Og eins og járni sneiðir sundur, eins mun þetta ríki brytja og sundurlima öll hin ríkin. Svo, hvaða ríki kemur síðan og gæti verið táknað með járni? Með langur og sterkar járnlappir, það nú ekki margt sem kemur til greina, sem að kemur á eftir þessum tíma, en það járnveldi Róm. Hægt og rólega tók Róm í stað Grikklands og sigraði þá og varð mesta og stærsta
heimsveldi fornaldar og náði við miklu stærra landsvæði en nokkuð annað heimsveldi fyrr og síðar og varaði miklu lengur, rosalega vel skipulagt. Og enn þann dag í dag þá berum við þess minni bara í tungumálum og í orðskveðunum þegar við segjum að allir vegir þeir liggja nú til Rómar og að Róm var nú ekki byggð á einum degi, sko. Náði svo rosalega stort. Já, þegar í Róm þá gerum við svo Rómverjanir. En Nýja testamentið einmitt gerist á tímum Rómar og þar sjáum við rómverska hermenn út allt og það sem að það nær yfir Jerúsalem og Ísrael. En við sjáum að það varir ekki að eilífu. Hér smá tilvitnun frá biblíuútleggjanda og kirkjusagnfræði og svona 4. öld. Hann segir að 4. ríki sem greinilega á við Rómverjana járnið sem að sneiði sundur og brytjar allt, en tærðir sér sumpartinn járn og sumpartinn leir sem að svo stöddu mjög greinilegt, hann að rita þetta. Og því, eins og í upphafi þess var ekkert sterkara og óbifanlegra en Rómaríki, nú við lok þess ekkert veikara. Þetta rita hann á þeim tíma þegar að ríkið að brotna upp í hluta. En spurningin hver kemur síðan og sigrar Rómaveldi? Hvað segir saga? Það enginn sem að kemur og sigrar þá. Róm ekki tekið yfir af næsta heimsveldi, heldur brotnaða innanfrá og skiptist í hluta yfir langan tíma vegna árása alls konar ættbálka, germanska ættbálka. Og hvað segir einmitt spádómurinn? Næst kemur eitthvað nýtt og eitthvað annað. Ekki nýr málmur heldur einhver breyting og skipt veldi. Ef þetta hefði verið skrifað eftir á, eins og margir segja, þetta var ekki skrifað á 7. öld fyrir Kristi eða 5. öld, þetta bara skrifað miklu nær, svona 2. öld fyrir Krist. Engu að síður, það þykir mér gott hjá honum að vita að eftir þeirra tíma Grikkjana kemur Róm, það varir lengi og síðan brotnar það í sundur og ekki tekið yfir. En, af hverju sett hann ekki fleiri málma ef þetta skrifað bara svona sem uppsetning, sem feik spádómur? Hann með geysilega nákvæmur og fer alveg yfir 600 ár nákvæmlega. Og lesum áfram eftir þetta. Fætur sástu og tær sem voru að hlutur efni leirkerasmiðs en að hlutur járni. Það boðar að ríki mun klofna. Það mun þó varðveita að nokkru styrk járnsins því að þú sást að leirin var blandin járni. Tærnar á fótunum voru að hlutur járni og að hlutur leir og eftir því verður það ríki öflugt að nokkru en máttlítið að nokkru. Þú sást að járni var blandað í leirin og það merkir að giftingar leiða til samrunans en ekki til samlögunar fremur en að járn og leir blandist. Leir og járn blanda. Þetta svona furðulegt val ef þú ættir að byggja stóra styttu og hafa þetta sem svona grunnin að þín og hafa lappinar úr þessu. Ég myndi ekki hafa valið það allavega. Svona byggir maður ekki sterka styttu. Það frekar meira járn eða einhvern annan sterkan málm. Og ef þú tekur saman járn og leir og blandar honum saman, hversu lengi býð ég þangað til ég fæ svona járnleir eða deglu járn? Það blandast illa saman. Og sömu saga að segja Rómaveldi sem brotnaði upp og eitthvað nýtt og öðruvísi kemur inn í myndina þegar sagt að leirin komi. Eftir járnið, laggina eða Róm, þá kemur einmitt Róm áfram að einhverju leyti en leirin blandast í. Það eitthvað nýtt sem að kemur inn í myndina. Nú ris og hrun Rómaveldis löng og flókin saga og Rómaveldi var lengi að brotna upp en lágpunktur þess var þegar að Rómaborgin kannski fjall 476 og vestur helmingurinn af ríkinu var tættur upp í smá hluta þáttur að Austur-Róm hafi haldið áfram í langan tíma eða 1000 ár. En við sjáum að járnið alveg áfram, það hættir ekki þegar það kemur úr leggjunum niður. Það heldur áfram. En þó við sjáum að Róm heldur áfram en í breyttri og blandaðri mynd. Þetta ekki heilt eins og Róm, en eitthvað sem svona í Rómarlíki
Og í dag höfum við náttúrulega ekki neitt Rómarveldi, en járnblandan sagt að haldist alveg fram í tærnar og táneglurnar. Ef þú skoðar 7. kaflan, eins og ég sagði þeir sem sambærilegur öðrum kafla og ferð að skoða önnur dýr sem tákna veldi líka og ferð á sama stað í spátanum hér, þá sérðu mun nánar hvað verið að tala. Og ég mun fókusera meira á þann hluti og útskýra það nánar hvað það sem það leirin að blanda stjárninu í þeim fyrirlestri sem 7. fyrirlesturinn. En textin segir allavega að járn og leir verið tákni skiptríki sem að samlagast ekki. Það reynir að samlagast eða samrenna saman en það samlagast ekki. Ólíkt járninu sem kom á undan. Það fer þetta úr einhverju sterku og heilstæðu ríki yfir í skipt og ríki sem að ekki að haldast saman. Allavega þjóðirnar sem að mynduðu Rómaveldi, Evrópa og önnur landsvæðana víða, munu ekki verða aftur heilstætt ríki, kannski reyna það pólitískt, en samkvæmt Daniel verður ekki eitt pólitískt veldi eins og Rómarríki var sem sterkt og heilstætt. Heldur kemur eitthvað, en það svona eitthvað brostið í því. Það segir ekki að enga þjóðir get ekki unnið saman í einum hug í Evrópu eftir að Róm líði undir lok. Það segir bara þær, þjóðina sem kom í stað Rómaríkis, verði ekki saminað sem svona eitt heilstætt heimsveldi. Nú að menn hafa oft og lengi vel bent á, það margar svona sameiningatilraunir verið gerðar, eins og textin bendir á að tengjast með hjónaböndum og svoleiðis. Við vitum að þegar að koma fyrir heimsstyrjöld, þá var svona Evrópa átt að vera með tengt fjölskylduböndum, en þeir fóru nú bara í stríð engu að síður og það sameinaðist ekki. Og kirkjan sjálf, miðaldakirkjan, hélt uppi þeirri hugmynd að Evrópa ætti að vera heilagt Rómaveldi, sameinast undir einn konung og einn páfa yfir trúnni, en það gekk ekki að halda einu sameinuðu ríki. Og það svolítið svona flotta sögur sem eru til í kringu þetta. Maður sem hét Arthur Maxwell og var ritstjóri tímarit sem hét Signs of the Times, eða tákn tímana, og tímum seinni heimsstyrjaldarinnar þá var hann sagt, ekki vera að skrifa svona mikið eitthvað með svona mikill vissum að Hitler muni tapa, þú veist aldrei hvernig þetta fer. En hann sagði að þetta myndi ekki gerast, Hitler myndi glata stríðinu og Þriðja ríkið myndi ekki koma. Og hann sagði, ég geri þetta út frá skilning mínum á Daniel 2, og síðan gerði hann bara sérstakt tímarit, 2. júlí 1940, sem var með Daniel 2 og bað fólk bara að geyma þetta tímarit þangað til að stríðið væri búið, og þess að það getið að séð að þetta myndi hafa uppfyllst, því að þetta myndi aldrei gerast. Bara muna eftir þetta þegar stríðið væri búið og Hitler horfinn frá völdum, alveg mörgum árum áður. Og hann ritar og segir í greinana, þetta eini spádómurinn, Daniel 2, í ritningunni sem notaður orðin sannur og ótvíræður í versi 45. Ef ekki fyrir aðra ástæðum þessa að þessi 2 innsigli séu til staðar, þá getum við treyst í með bara fullkomnu trausti að hann getur ekki brugðist. Þetta sagði hann, og síðan getur við bara flett upp þessi tímarit og skoða þetta síðan núna, að það alveg rétt hjá hann. En menn hafa kannski spurt sig, hér heil stytta sem að tala mannkynssöguna, Babylon, Persar og Medar, Grikkland, Róm og síðan brosti Rómaveldi hér, en það hafa alveg verið önnur heimsveldi til. Hvað að meina að þetta segir mannkynssöguna? Hvað með Afríku og Asíu og aðra þjóðir? Það er því bara gleymt. En málið að spádómarnir Biblíuna gerast náttúrulega á því svæði sem að Biblían og lesendur hennar eru staddir, sem náttúrulega oftast á þessu hérna svæði, þannig að fullt af öðrum stórum og miklum heimsveldum eins og hér á tímum Rómverja sem að gera stóra og mikla hluti, en það ekki svið sögunar sem verið að segja í ritningunni, í Gamla testamentinu, í Nýja testamentinu, með gyðinga, með kirkjuna. Þess vegna náttúrulega væri mér furðulegt eða væri spádómar sem að vera algjörlega fókus á einhver ríki, bara eitthvað í Suður Afríku eða einhvers staðar hérna bara í Asíu, þar sem að enginn veit neitt það, því að það allir bara hér.
Þannig að það svona kannski megin regla í spádómunum að það gerist á því svæði og þú býst við að sé bara verið að tala það svæði sem að fólkið sem hluta sögunni, búi. Finnst það svona frekar kannski rökrétt. En síðan komum við að lokum spádómsins og þá segir á dögum þessara konunga mun Guð himnanna magna upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verða selt annarri þjóð í hendur. Það mun eyða öllum þessum ríkjum og gera þau að engu en standa sjálft að eilífu. Það steinninn sem þú sást losna úr fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi nærri og mölvaði jafnt járn sem eir, leir, silfur og gull. Mikill sá Guð sem hefur byrt konungi þess sem í vændum draumurinn sannur og ráðning hans ótvíræð. Öll konungsríki jarðarinnar munu líða undir lok og ekkert heimsveldi mannanna tekur við endalaust og svona hvert á fætum annarra. Það sem að tekur við næst samkvæmt þessu ríki sem af öðrum toga. Ekki málmur sem byggður af mönnum, heldur hið eilífa ríki Guðs. Kannski svona megin hluti draumsins að Guð himnanna mun setja á laggirnar ríki sem mun ekki verða eitt. Það mun ekki vera sigraða næsta veldi sem kemur eftir því í sögunni, því að mannkynssagan okkar eins og við þekkjum mun enda með þessu ríki og þetta verður hápunktur sögunnar samkvæmt Daniel, því að þetta markið sem að sagan siglir að. En hver þessi steinn sem að talaði vera Ef þú ferð að skoða ritninguna þá svona mjög greinilegt og ég held að deilingin það að steinninn tákni Krist. Það svona ekki deilt það. En hvað verið að tala um? Verið að tala um fyrri komu Krist eða seinni komu Krist? Þetta, sumir hafa sagt, þetta táknar fyrri komu Krist og stofnun kirkjuna sem breiðast út allan heiminn. Það náðaríki Jesú Krist. Eða þetta endurkoman og dýrðaríki hans? Ef þú bara skoða textan þá þetta ekki rosalega flókið því að það talað að þetta ríki sem kemur hana eftir sagt að það kemur á dögum þessara konunga. Hvaða konunga? Jú, konungana sem eru í brotni Evrópu eða þegar að Rómaríki hefur liðið undir lok sem eftir tíma Krist. Og það segir að þetta ríki mun ekki vera selt annarri þjóð í hendur. Eins vel og ég held að það sé ekki hægt að segja það kirkju Krists að hún hafi aldrei verið send annarri þjóð í hendur en hún verið ofsótt og lokuð og alls kyns hluti komið fyrir. Og ég held ekki að það myndi passa fyrir að segja að það mun eyða öllum öðrum ríkjum. Því enn eru við hér í dag og alls kyns ríki við líði. Og hérna sérstaklega þegar það segir að engin mannsönd kemur nálægt stofnun þess. Og málið að þegar það kemur að einhverju svona eins og kirkju eins ágætt og hún þá það alltaf þegar að menn koma nálægt einhverju það ófullkomið og alls ekki myndi ég geta sagt að þetta passaði við það. Þess vegna svona auðveldasta skýringin þegar það sagt þessi spádómur nær endatímana eða til endalok tímana og að þetta ríki komið svona síðar meir að þetta sé verið að tala endurkomuna ekki fyrri komu Krists. Og hér fólk kannski að rugla saman því að Jesú Kristur segir að ríki mitt sé þegar komin meðareiðara, þannig að tala náðaríki sitt, ekki bókstaflegt dýrðaríki sitt. En það biðjum við enn þann dag í dag í faðirvorinu tilkomið þitt ríki og verði þinn vilji, af því að það ekki ennþá alveg komið. En í sögunni, hvar erum við stödd núna? Við erum búin að sjá að hér Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Róm og brosti Rómaveldi og síðan talað að ríki Guðs komi. Eftir þessi 5 ríki að það muni koma. Jú, það þetta að segja við séum hér og höfum verið hér í lengri tíma. En þegar þú ferð að skoða síðan næsta spádóm í 7. kafla, 8. kafla, 11. kafla sem að fyrir að fókusera meira og meira hér og fara nær og skýra því meiri smámunum, þá sjáum við, við erum ekki bara kannski í löppunum, heldur í aðeins svona svolítið framalega í tánum. Ef að þú ættir að spá fyrir næstu 2500 árin í svona 500 eða 700 orðum, hvað myndir þú skrifa? Biblían gefur hér snögglega mynd af mannkynssögunni, svona frekar nákvæmt og skýrt. Það ekki hulið
dulúðið að rita það óskiljanlegan hátt. Það kannski bara nokkri möguleikar varðandi þennan kafla. Annaðhvort þetta sögufölsun skrifað nokkuð nákvæmlega en löngu eftir að þetta gerist og þeir skrifa þetta kannski einhvern tíma hér en verður bara nokkuð duglegir að giska hvað muni gerast hér og hér, heppnir þeir. Eða þá að þetta skrifað fyrir löngu síðan af því að menn hinn mikli Guð himnanna hefur bara birt inn það sem að gerast muni í raun og veru. Fyrir þá sem að afneita spádómsgildi Daníels og segja að við vitum að þetta er ekki alvöru spádómur, þetta er bara verið að reyna að láta það líta út fyrir það. Ef að Daníel hefði bara reynt að setja eitthvað saman sem að liti vel út og væri vinsælt, hvað hefði hann þá sagt þegar hann var beðinn um að túlka drauminn? Eða hvern slags draum hefði hann kannski dregið upp? Ég geti ímyndað mér ef hann ætti að feika eitthvað og búa eitthvað til, að ég myndi frekar reyna að komast í náðina hjá honum Nebúkadnesar heldur en að segja að þú ert bara hérna kóngurinn í gulli og síðan líður þetta allt eftir þinn tíma og þú mynd bara gleymast. En eins og að henni sögðu, konungurinn lifi eilíflega, ekki tilstaklega vinsælt. Eða þá hvað með að draga bara upp mynda sögunni sem var eðlilega á þeirra tíma. Fyrir okkur er mjög eðlilegt að sjá sagan hefur upphaf og síðan hefur hún enda. En á þeirra tímum var oft svona talað söguna sem hringlaga ferli. Það endurtekur sig og kemur aftur, það hefur ekki upphafspunkt og endapunkt. En hér talar Daníel þetta sem bara nei, þetta er mangi sem hann hefur svona fyrir eftir ákveðin tímarós og hefur ákveðin endi. Og af hverju hafði hann ekki 5, 6, 7 eða 8 ríki ef hann er bara búið þetta til? Það hefði kannski verið ágætlega góð hugmynd ef að fortíðin er svona lykillinn að skilja framtíðina að halda því fram að það verði fleiri. Og hann segir þetta muni vera svona 1, 2, 3, 4 og brotnaveldi hér og síðan kemur steinninn. Og hvernig vissi hann það? Af því að Guð á himnum sem að opinberar honum leynda hluti. Og af hverju er það sem að spádómarnir eru gefnir yfir höfuð, svona aðeins að pæla í því? Ef þú lest í ritningunni þá segir Jesaja, minnist þess sem áður var frá öndverðu, ég er Guð, engin annar, engin er sem ég kunngjörði endalögin frá öndverðu, sagði fyrir það sem að eigi var enn fram komið. Þess að við getum vitað að það er Guð sem segir þetta og engin annar því að hann þekkir upphafið frá endanum. Og síðan segir hérna, drottinn Guð gerir ekkert á þess að opinbera fyrirætlun sína fyrir þjónum sínum spámönnunum, sem við höfum dæmi hér í Daníels bók, sem er bara svona mjög gott, svo menn þurfi ekki að efast og vita hvað ætli sé í nánd, heldur það sé sagt fyrirfram. Og líka, eins og segir Jóhannes að Guðspjalli, ég segi ykkur þetta núna áður en það verður svo að þið trúið þegar það er orðið að ég er sá sem ég er. Þannig að Guð segir ég, Guð, ég þekki framtíðina og síðan segir hann eitthvað fyrir löngu síðan, síðan lítur þú tilbaka á þeim tíma sem þú ert og getur sagt, já, þetta passar, þetta er rétt. Kannski það sé Guð sem að hafi plan og viti framtíðina og segi þjónum sínum spámönnunum svo við getum trúaði þegar við lítum tilbaka. Á þeim tímum þar sem að enginn svona treysti neinu þá sína spádómarnir að Biblían hefur eitthvað að segja, þú getur treysti. Við komum ofta reikningunni með algjörri vantrú og pælum þá í þessum spádómi. Hann sýnir fyrirfram þekkingu Guðs og orð hann sýnir að til er Guð sem er ekki bara sami mannfólkið, heldur er hann þáttakandi í sögunni og í sögu þeirra. Hann er með hendunar í spilinu, hann er ekki svona Guð deðistan sem að skapa eða gerir eitthvað og sest síðan tilbaka og skilur það eftir. Hefur þetta enn áhrif eftir 2500 ár? Af hverju erum við að pæla í þessu? Af því að þessi kafli sýnir okkur rosalega mikið fyrirfram vitneskju hins sanna Guðs og sýnir það í gegnum söguna að það er Guð á himnum sem að hefur áhugaði sem er að gerast á jörðinni og honum er ekki sama og ef þú lítur nákvæmlega á það þá sérðu glitta í hönd hans í sögunni. Á himnum er svo Guð sem opinberar leynda hluti. Eigum við einhverja leynda hluti í hjarta okkar? Alveg eins og með Nebúkadnesar og draum hans þá þekkir hann alla þá hluti og veit hvað það er. Og hann, segir hér, hefur boðið þér Nebúkadnesar konungur þetta til þess að þú muni sjá hvað verða muni honum síðustu dögum.
Hugsar einhvern tímann hvað muni verða síðan meir, hvað framtíðin ber í skauti sér, framtíð þína. Samkvæmt þessu veit Guð framtíðina og jafnvel framtíð þína og er annt það. Ef að spádómanir þessum má skipta upp í 6 hluta, gull, það var rétt, silfri var rétt, bronsi passar og járni passar og þegar járni brotna líka, 5 hlutir koma í röð rétt. Hvað ef 7. hluturinn er líka sannur? Ef ég er búin að hafa rétt fyrir þessi 5 sinnum, þá er kannski gott að gefa því séns á að 7. hluturinn muni koma og að ríki Guðs muni koma líka. Því að það er það sem við erum stödd og næst er á dagskrá í spádóminum. Það er saga sögð í bók sem til á íslensku sem heitir Og þótt þúsundir falli af manni sem heitir Franz Hassel sem var einmitt kristimaður í Þýskalandi. Svolítið svipuð saga og hinn. Hann var settur í herinn gegn sínum vilja þegar hann var á 40-aldri og er fremstu víglunni í mörg ár. Og hann er kristimaður og er að lesa í ritningunni og þeir eru að spyrja hann hvað hann er að lesa og hverju hann trúir og hann fyrir aðeins að deila með yfirmönnum sínum, mjög síðlega í stríðinu, hverju hann trúir og deili með þeim Daniel 2. kafla. Hann er með svona lítið blað með sér svona inn í biblíunni og fyrir að segja þeim þetta. Og þegar hann er búinn að fara í gegnum gullið og silfrið og bronsið og járnið og er að koma hingað, þá spyrir hann að segja, hei, stoppa aðeins. Hvað meinarðu með þessu? Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Þá segir hann bara, já, ég veit að ég kannski að berjast í þessum her til neyddur en það þýðir bara hittir hann mun ekkit sigra. Það er enginn sem mun koma og hafa eitthvað eitt veldi. Þetta mun alltaf vera brosti veldi. Og þá segja þér, heyrðu, lánaði mér aðeins biblíuna þín, ætla aðeins að skoða þetta nánar, við tölum ekki þetta meira. Síðan 2 dögum síðar þá skilaði ritningunni til hans og segja við hann, heyrðu, núna í framhaldinu þá munum við bara nota 2/3 af bílunum okkar, við munum hvíla 1/3 og all bensín sem við höfum, það munum við geyma. Þeir eru í fremstu víglínu þegar að fara langt tilbaka. Þannig að þegar það kemur að því að allt er að hrynja og kerfið þeirra, þá er þið búin að geyma fullt af bensíni þannig að ég geta að fara tilbaka og reynt að komast lífs að. En hann segir við hann, Hassel, þetta er bara okkar á milli, þú lætur engan vita þessu. Ok. Páskaeyjunar, ég held að við munum ekki vera eins og páskaeyjunar, að það munum koma ríki eftir ríki endalaust og síðan munum fólk grafa upp Ísland og reyna að pæla í það sem var verið að gera hér. Heldur að næsta ríki sem að koma skal muni byggja yfir okkar veröld og það verði ekkert grafið upp þar því að það ríki verði þið varanlega ríki. Það er allavega það sem að kemur samkvæmt þessum kafla. Ég er bara að minna á næst og þá fyrir við gennum 3. og 7. kafla þegar á reynir og það er hérna klukkan 8. Við erum bara öll hjartanlega velkomin. Ég vona að þetta hafi verið skýrt og þakka ykkur fyrir í kvöld. Það verður einhverja smá veitingar að baki. Takk.